Fimmtudaginn 5. júlí 2012 verður fyrsti Evrópuleikur karlaliðs Þórs frá upphafi. Þetta mun örugglega verða merkudagur í lífi allra Þórsara, en Bohemians, mótherjar Þórsara, koma frá Dublin í Írlandi. Við hér úr sportþættinum úr Tífónik kíktum hérna í Hamar og tjekkaðum á stemningunni hér fyrir stórleika á fimmtudaginn. Hvernig líst þér á Evrópuleikin á fimmtudaginn? Mér líst bara ljómandi vel á þetta. Það er gaman að taka þátt í þessu verkefni og hlakka bara til. Mér finnst bara mjög vel á hann. Þetta verður erfitt en mjög spennandi. Þetta er náttúrulega fyrsta skipti sem Þór í Evrópukeppni og er bara frábært tækifæri fyrir Þórsarana og þessa stráka sem í liðinu að fá að spreyta sig. Þannig að ég er bara spenntur. Mér líst mjög vel á hann. Ég held að við vinnum þetta 4-1 hjá. Hvernig líst þér á leikinn? Ertu spenntur? Já, það er ekki annað hægt. Þetta er fyrsta skipti sem við förum í Evrópukeppni fyrir hönd félagsins. Þannig að það er ekki annað hægt en að vera spenntur í þessu. Já, ég er mjög spenntur fyrir honum. Það held ég fyrsti Evrópuleikur í sögu Þórs og ég er bara mjög spenntur fyrir því að taka þátt í honum, Jón Þórs. Af hverju ertu að fara á leikinn? Út að mér finnst að fara á alla leiki. Veistu eitthvað þetta írska lið? Við sem lítið með þeir dróðust á móti en við erum búin að kynna okkur aðeins undanfarna daga og vitum alltaf meira það. Nei, mjög lítið. Ég veit bara þeir unnu síðasta leik í deildinni heima á föstudaginn og það er bara spennandi að sjá liðið. Veistu hvort að írska lið er með stuðningsmannaklúbb? Já, ég held að þessu ég ekki hugmynd það. Það var erfitt að velja hópinn? Það er alltaf erfitt. Við erum með 23-24 mjög góða leikmenn og við förum með 18 leikmenn í þennan hóp og menn eru náttúrulega svekktir fyrir að sitja eftir heima en það er bara mjög gott þegar eru margir stöðurnar að við þurfum aðeins að hugsa að velja. Heldurðu að þú verður í byrjunarliði? Ég þori ekki að fara með það. Ég vona það svo sannarlega. Já, ég ætla svo sannarlega að vona það. Maður veit nú aldrei hvernig plön þjálfarans eru en auðvitað vill maður vera byrjunarliðinu í svona stórum leik. Og hvernig ætlið að stilla þessu upp? Ætlið að pakka í vörnina? Já, ég reikna með að við leggjum upp með varnarleik og síðan tökum við skyndisóknir á þetta. Ég bara veit ekki fyrir hvað Palli ætlast eiginlega til en ætlum maður reikna ekki með því að ná góðum úrslitum svo að leikurinn þetta heima verði spennandi. Við byrjum á því að verja okkur mark alveg svo rauðan döðan og svo er náttúrulega stefnu alltaf að því að búa til einhverju mörk og þannig er þetta bara. Við þreifum aðeins fyrir okkur, það er ekkert launungarmál, það verður kannski aðeins meira varnarvinna en úti. Við þekkjum þetta ekki alveg hvað þeir eru sterkir en við spilum þetta svona eftir hendinni en byrjum já varnarlega úti. Ætlar þú að skora mörg? Í þessum leik? Já. Já, ætlum maður ekki að reyna að setja mark sitt á leikinn. Ætlið þið að vera brjálaðar á trómunum eða ætlið bara að vera slakir? Við erum brjálaðar á trómunum. Og hversu mörg ætlar þið svo að skora? Nóg mörg til að vinna. Og eigið þið einhverja sjans í þá? Já, við erum að fara í þessa leiki til þess að ná góðum úrslitum og sérstaklega þarna úti þá ætlum við að koma heim með þannig úrslit að við verðum með partí hérna í seinni leiknum og þá raunhæfa möguleika að komast áfram. Það er klárt. Heldur þið sjansið? Já, þú átt alltaf sjans í fótbolta. Það er alveg klárt en við þurfum að spila vel og allir á tánum og vera tilbúinir. Á maður ekki alltaf möguleika? Við höfum alltaf sjens. Þetta er 11 móti 11 þegar flautað er á og svo verðum bara að sjá hverjir líður þetta meira. Já, við hefum bullandi sjens. Bullandi sjens. En ertu ástfanginn? Já, ég er ástfanginn, upp fyrir haus. Hvað er Þór að fá út úr því að taka þátt í Evrópukeppni? Ég ætla að fá mikla reynslu fyrir félagið og fyrir leikmennina. Síðan koma náttúrulega einhverju peningar inn í kassan frá knattspyrnusambandi Evrópu og þannig að Þór er að græða á mörgum vígstöðum í þessu. Myndirðu segja að þetta var stærsti leikur Þórs sögu? Já, ég myndi segja það. Þetta er náttúrulega í fyrsta skipti sem Þór er að fara í Evrópukeppni og það er að segja kalla að þetta er einn af þeim stærri sem klúbburinn hefur spilað, já. Já, þetta er allavega mjög stór leikur, kannski ekki endilega stærsti leikur í sögu Þórs en klárlega fer í sögubækurnar þar sem þetta er fyrsti leikur í Evrópukeppni. En hvern kaustu sem forseta? Þóri.
Af hverju? Ég veit það, hún er bara svo myndarleg. Af hverju? Hún er svo hátt enni, eða sennilega. Það er sennilega því. Takk fyrir.